Matargerðin byrjar á gottimatinn.is. Gott í matinn frá MS fyrir alla sem elda. Það erum komin í baksturinn, jólabaksturinn. Já. Og það Telma sem með okkur hérna og við erum ennþá í freistingum Telmu þessari. Já. Þessari bók hérna sem að næstu allir ættu að eiga á sínu heimili. Allir. Herðu, hvað ætlaðu að fara í núna? Ætlaðu að fara í... Já, vanillu gott. Þetta eru vanillu bollakökur. Og bollakökur eru búin að vera agalega vinsælar núna þessu ári. Já, þær eru bara svo skemmtilegar og það er svo gaman að geta komið bara með eina köku eða skreyttar í mismunandi litum og... Ok, vöðum í það, vanillu gott. Og ég ætla að kenna þér að baka bollakökur fyrir næsta barnaafmæli. Ok. Og þá ætlum við að byrja á því og ég ætla að byrja því að lesa í skuttinni. Það hræra hérna smjörið og sykurinn saman. Ok, hvað er mikið smjöri? Ég er með 230 grömm smjör og það er best svona aðeins að bara skera það niður svo að það nái svona stofuhita. Þú byrjaðir bara á Facebook að, með uppskriftir og svo er fyrir komin bók og síðast ég gáði þá voru rúmlega 3000 manns að fylgjast með þér. Já, á Facebook. Já. Einmitt. Ég fekk vinnu hjá Gott í matinn. Já. Og svo er ég með eigin bloggsíðu líka. Já. Bloggsíðu sem er ekki Facebook síðan, bara önnur síðan? Já, bara freistingatelmu.blogspot.com og þar er ég svona líka bara aðeins að blogga fjölskylduna og svona, og lífið tilverinu. Já. Herðu, svo ætlum við að blanda saman eggjum. Hvað þurfum mörg egg? 4 egg. Beint út í? Já. Herðu, ég er búin að blanda saman hveiti, lyftiduftið og smá salti og ég ætla að blanda þessu bara saman við deigið. Og svo ætlum við að setja mjólk og vanildrópa og slatta vanildrópum því að þetta eru vanillubollakökur. Ok. Þannig að ætlum að þetta þessu saman upp. Svo gott að stoppa svona inn á milli og skafa hans í eins og allt blandist vel saman. Ok. Hvað er það við bakstur sem að, þú veist, gera verkum að sumir bara elska það og öðrum ekkert rosalega vel við það? Ég veit það ekki. Mér er voðalega gaman að gefa bara fólki eitthvað gott að borða. Já, það er og líka bara, já, eins og skreyta kökur og þú veist, pæla í lítaþemu og setja glimmer og svona. Mér finnst það mjög gaman. Þú hefur ekki fundið það hjá þér? Nei, ekki ennþá. En nú veist maður getur smittast. Heyrðu, svo er 1 matskeið og Ein matskeið vanillusykur? Nei, vanillusykur. Já, og 1 teskeið. Svo vil maður heldur ekki hræra of mikið því að þá fara alla loftbólurnar úr deiginu og þá geta þær orðið seigar. Ok. Ég er svo hrifin af þessum pókum hérna. Já. Ég set bara deigið í pókana og sprauta deiginu ofan í. Og þegar maður er að gera bollakökur er best að fylla mótin ekki meira en svona 2/3 af því þær eiga náttúrulega eftir að lyfta sér og maður vill ekki hafa þær of sko. Já, þannig að það kom ekki hingað þig. Já, eða bara í þessu átt. Þegar svo bökum við þetta bara í svona 18-20 mínútur. Já. Og á meðan ætlum við að gera kremið. Nú eru kökurnar í ofninum. Þá ætlum við að nýta tímann og gera vanillukrem. Vanillukrem á kökurnar. Kökurnar. En þú mátt nota hvaða krem sem er og það er kafli aftast í bókinni sem er bara með kremi. Þannig að þú getur gert Oreo-krem eða hnetusmjörs eða hvað sem þú vilt. Ég ætla að þeyta kremið. Og þannig að við erum svona dúlludund element í sig til þess að fara út í svona bollakökubakstur. Pælingar, liti og skraut og svona. En það þarf ekkert að skreyta en það er nú svo auðvelt. Þú getur bara sett jólasveina og svona. Okay. Ég ætla að hræra smjörið og það verður að vera mjög vel barið í vélinni svo að það sé ekki kekkir og svona þegar þú fyrir að skreyta því. Okay. Þannig að við ætlum að hræra það svolítið vel. 250 g smjör og 1 pakki flórsykur. 1 pakki flórsykur, já? Veistu það mikið? Já. Hvað er þetta margar kökur? Þetta er alveg,
Þú getur fengið 24, svona cirka skreitt. Við erum með 24. 20 í ofni. Nei, við erum 16 í ofni. Já. Það er bara með bleikan matalit. Já, set bara svona 1 dropa. Og það verður að nota svona gel mataliti. Því að vökva matalitin þeir þynna út kremið og það verður kemur líka svo vont bragð. Eða eyðileggur bragðið. Ok. Þá komið að ég skreitla með þessu fallega bleika kremið hérna. Já, þetta er eiginlega skemmtilegasti parturinn. Já. Og því núna getur þú látið þinn innri listamann koma í ljós. Hlakka til. Þá það vera með 2 stúta. Og ég ætla að kenna þér að búa til rós. Bleika rós. Ok. Setjið bara stútin í pókan og klippið svona meðfram þannig að hann er vel fastur. Og þú byrjar innst og vinnur þessu út. Ok. Og þetta er mjög einfalt. Stútur er svona næstu ég gerir þetta bara svona fyrir þig. Svona þrýstir niður. Og það er hringinn. Og þetta er rós. Þetta er rós. Og nú reyni ég. Og ekki reyna aðra. Já. Byrjar innst. Svo bara lætur kremið svona svolítið svona detta niður. Þú voru að leyfa kreminu bara að detta svona niður rólega. Já, nú ger ég það. Þú ræður kremið. Þessi er mjög flott hjá þér. Helgi, útskrifaður. Þú ert næstu í útskrifaður. Svo er þetta að skreita með svona kúlum. Þetta er svo ís á bragðið. Matargerðin byrjar á gottimatinn.is. Gott í matinn frá MS fyrir alla sem elda. Það ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum hérna á N4 sem við tökum upp að þessu sinni hérna í Örkines Nóa í innbænum og næst þá ætlum við að segja ykkur frá því að jólin eru allstaðar. Já. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Þau eru heldur betur allstaðar. Segðu okkur aðeins frá þið eruð samankomin hverjir og hvað eruð þið búin að vera að brasa? Já, þetta er þess að ég, Friðrik Ómar, Jeggvan og Heiða Ólafs ásamt 4 frábærum hljóðfæraleikurum. Við erum búin að vera að fara núna vítt og breitt með tónleikaprógram sem gengur undir þessari yfirskrift Jólin eru allstaðar. Við erum með svona fjölbreytt og já, mjög skemmtilegt prógram. Þau eru að tísta á þetta fyrir aftur. Við ætlum ekki að klippa samt þannig að við bara... Þetta var svona á tónleikum í gær. Hvar voruð þið í gær? Við vorum í Siglufjarðarkirkju. Og voruð þið bara að tísta? Nei, við vorum bara í hláturskasti, við gátum ekki klára að leta. En hvert eru þið búin að fara? Við erum búin að fara, sem sagt, við klárum Reykjavík. Við erum búin að vera á nokkrum stöðum þar. Búin að vera í Kópavogskirkju, Hafnarfjarðarkirkju, við erum búin að vera í Lágafellskirkju í Mosfellsbæ, svo erum við búin að vera í Grafarvogskirkju líka og á fleiri stöðum. Svo fórum við, sem sagt, á Sauðárkrók á mánudaginn, svo vorum við í Glerárkirkju 11. desember og í gær vorum við í Siglufjarðarkirkju. Og núna þá erum við að halda áfram á Austfirði, verðum á Egilsstöðum í kvöld og svo er það Neskaupstaður og Eskifjörður á morgun. Þannig að þeir eru bara, ég sé að þeir eru orðin búin að vera mikið saman. Við erum búin að vera mikið saman, já. Og geðveikt gaman hérna. Já, það er mjög gaman. Það var ég sagt mjög gaman hjá okkur. En þeir eru sem sagt að túra út allt og þeir eru komin hingað og þeir ætla að taka lagið, þeir eru bara á leiðin út úr bænum. Þannig að þeir ætla aðeins að gefa okkur smá tóndæmi og ekki bara vinda okkur í það. Jú, ég held að við ætlum að taka lag sem er frá Hawaii, hvorki meira né minna. Þetta lag heitir Meli Kaliki Makka á fyrirmálinu eða Þegar ég fer að pakka. Hljómar vel. Þegar ég fer að pakka jólagjöf til þín, eru jólin komin til mín. Alltaf til þess hlakka þar í fötin þín, í augum allra gleðin skín. Við óskum þess að jólin verði öllum góð og syngum því
syngjum því öll saman þennan jólaól. Ekki vera pakkin jólagjöf til þín, jólin loks komin til mín. Ba-ba-bam, ba-ru-ba-bam, ba-ru-ba-bam, ba-ru-ba-bam. Ekki vera pakkin jólagjöf til þín, jólin komin til mín. Alltaf til að slaka þar í fötin þín, í augum allra gleðin skín. Við óskum þess að jólin verði öllum góð. Já, og syngjum því öll saman þennan jólaól. Ekki vera pakkin jólagjöf til þín, jólin loks komin. Við óskum góðra jóla, ég kem mér á